Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og það að koma konir góði gestir. Það Birgir Örn Harðarsson sem þjálfari hjá Árborg í handboltanum og Selfossi, utadeildinni, það ekki satt? Það rétt. Og leikmaður líka? Já, besti leikmaður. Já, og svo það Einar Sverrisson, leikmaður Selfoss í fyrstild Karla. Góðu blessaður. Hvernig hafið það? Bara mjög gott. Það ekki? Mjög góður. Herðu, kannski ef við byrja að spyrja ykkur svona, hvernig hefur ykkur fundist handbolta sísoni þar að stað, ef við byrja á þér Einar svona í fyrstild Karla? Bara, þú veist, mjög vel. Fyrir utan það svolítið vonsvikið með að ná ekki að vinna Gróttuna í fyrsta leik. Já. Við vorum eiginlega konum með unnin leik. Sem var síðan tapaði leikur sem endaði síðan í jafntefli. Já, og það situr ennþá í ykkur. Já, ég ekki endilega í okkur, ég bara svolítið söktu með að hafa ekki náð tveimur af, eða sem sagt, báðum stjónum. En þið sitið í þriðja sæti deildarinnar af 11 liðum, þannig að 3 sigurleikir og 1 jafntefli, þannig að þið eru eina af þessi 3 liðum sem hafa ekki ennþá tapað. Jú. Og var það eitthvað sem þið byggðu upp með? Áttu þið von á því? Já, ég meina, við erum með hörkulið. Já. Við erum að spila glimrandi fína bolta og ég sérstaklega ánægði með varnarleikin hjá okkur núna. Þannig að þetta svo ég segi, það bara gengur þetta vonum framar. Þeir eru náttúrulega með fyrstdeildin hefur aldrei verið jafn sterk eins og áður og svo eru þið náttúrulega með elsta leikmann ábygglega í sögu handboltans inn á vellinum hjá okkur, Sebastian Alexander, og hann verð bara síðustu 2 leiki 22 skot. Hann eins og köttur þarna fyrir aftan okkur. Já. Já, ríkilega skemmtilegt að spila með hann fyrir aftan sig og hann svona allavega núna í seinustu 2 leikjunum búinn að vera alveg brjálaður og peppaður og alveg 150% með hausinn í leiknum. Já. Hann líka bara sína það að það sé satt sem hann segir, hann sé enn svo besti. Já. Jú, þeir voru eitthvað að skjóta á hann íháingarnir að þeir þetta segja hjólastól fyrir hann. Já, já, alveg rétt. Ég heyrði talandi við vorum að ræða þetta við Kjartan alltaf með áhorfendur sem vera kallinn á völlin. Já, hann svaraði bara fyrir sig, það ekki? Jú, hann sagði ég veit svo sem ekki hvað hann sagði en hann svaraði bara með góður markvarslu. Jú. Já. 56, 58. Já. Það nú ekki verra. Nei, 20 skot, 22 skot. Spurning hvort við rúllum honum inn í hjólastól þegar við spilum aftur í strandgötunni, svona í kynningu fyrir leik. Já. Það nú ekki, það hansi skemmtileg kynning allavega. Nei, Hvernig finnst þér svona fyrsteildum þar að stað, Birgir, sem var á því? Bara vel. Já. Þetta það er gaman að fylgjast með selvisingunum allavega. Og þetta var vonsvikið með Einar, hann ekki búinn að skora nógu mikið. Já, hann allavega vonbrigði núna? Já. En Einar, þú kannski byrja að spyrja, þú fyrir tímabilið, þá fórstu til reynslu það ekki til Þýskalands? Já, jú, ég kíkti eitthvað bara hann í heimsókn til þeirra og fekk svona og smjörði þeirna þessu og prófa að vera með þessum köllum og æfa með þeim og sjá hvernig þetta og hvernig þeir gera þetta og haga sér og lifa lífinu hann úti. Og hvernig leist þér á þetta líf þarna? Þetta náttúrulega bara drullu fínt, sko. Já. Þetta bara á maður ekki bara að segja þetta síðan draumurinn, Já. Og Birgir, þú ekki umbóðsmaðurinn hans? Og þetta allt í vinslu. Já. Herðu, en þú varst að byrja með utadeildarlið hérna á Selfossi, Birgir. Jú. Og það heitir Árborg, því fræganafni. Já. Og hvernig hafið þið hefur utadeildi ferðað af stað? Við erum búin að spila 2 leiki og vinna 1, tapa 1. Unnum Hauka hérna á heimavelli í gær. Já. Með 6 mörkum. Það voru nokkra heitu þar. Það vantaði þó mjög marga í liðið. Og þetta 10 liða deild, þannig að það alveg full dagskrá hjá okkur utan deildinni? Já, 10 liða deild og 2 umferð. Það 80 leikir. Þannig að það heldur bara leikur í hverju viku. Ég held að séu jafn margir ef ekki fleiri en hjá Einari. Já. Nei, jafn margir. Já, náttúrulega 11 liði í okkar til. Já, það eru 2 leikir minna. En svo erum við með í bikarnu líka. Þannig að bara ég geti náttúrulega, það geti gerst að ég og Birgir geti mæst inn á vellinum í vetur, sko. Það óskandi, það komið veðmál í gang. Já, og hvernig stuðullin á því? Það kassi af einhverjum drikk á sigurvara leiksins. Já. Ég fer bara fullu sjálfstraust inn í þennan leik.
Ég er búinn að Ef hann mæti á æfingar. Já, ef hann verður. Þá mæti ég á æfingar á Selfoss. Leikurinn í lið. En ef við förum aðeins í gegnum áfram fyrstu deildina og IH er náttúrulega nýtt lið og Hamrarnir og KR og það er heldur betur búið að bætast í þessa deild. Jú, já. Hvernig svona líst þér á þessa deild núna? Ég er bara gríðarlega spenntur og mér finnst mjög gaman að séu svona mörg lið. Það er náttúrulega, þú veist, eins og þetta var hérna einu sinni þegar voru eða fyrir 2 árum bara 8 lið eða 6, nei, Voru ekki 6 lið? 7 lið eða eitthvað. Þetta var bara þreföld umferð og maður var alltaf að keppa þessu liðin, en núna er náttúrulega 11 lið og bara þetta er sterk deild finnst mér, eða sem sagt 9 liðin sem eru að koma inn núna eins og IH og þetta er ekkert, þeir eru bara góðir, eða mjög fínir. Gamlir strákar svona og mínum aldrei, aðeins eldri en ég, kannski hættir og eru að byrja aftur og ég meina það má ekkert vannmeta þessi lið. Nei. En þeir búin að ná alveg fínum úrslitum, þú sér það, þeir tapa með 1 marki á móti Aftureldingu sem er í efsta sæti og svo tapar jú á móti okkur, en annars eru þeir búin að vinna alla sína leik. Ef við tökum IH sem dæmi bara. Já. En þessu Óli-stild Karla, hvernig finnst ykkur hún fara af stað? Birgir, við byrja þér. Ég hef því miður ekki getað fylgst náttúrulega mikið með því. Nei. En þú fylgist væntanlega með manninu sem við erum að heyra eftir það ekki, Árna Steinn eitthvað? Jú, maður reynir alltaf að fylgjast með honum, sko. Mér finnst þetta svona, sko, Framararnir koma mér á óvart. Já. Það er náttúrulega búin að missa núna, þeir mistu mikið líka hérna í byrjun og svo náttúrulega missaði núna hann Stefán Darra vinstri skiptinu sína sem handa brotnaði. Ég hugsa að það er eftir að sitja eins í þeim, en annars eru Framararnir búin að koma mjög mikið óvart og F-fangarnir eru svona eins og ég bjóst við og Haukarnir eru þarna bara, já, ég held að ég bjóst alveg við þeim þarna. HK, ég spáði þeim þarna neðarlega, sko. Já. Þeir eru búin að fá 1 stig minni mig þarna bara í fyrsta leiknum átti FH. Meira, annars gengur þeim svona aðeins brösulega, en það eru nú nokkri Selfyssingar þar, Helgi Linsson markmaður og Sigurður Már Guðmundsson. Gullfallegu maður, Sigurður Már. Já, Íringarnir, þeir eru sterkir, þeir eru þarna, já, bara eins og ég bjóst alveg þeim þarna ofalega og hvaða lið á ég eftir? Og það er, ég held að þú sér búin að fara gennum við erum að gleyma samt okkar nákvæmur. Já, Valsararnir, sko, ég hugsa að það veri vont fyrir Valsararna að fá Spána að þeir myndu vera meistarar. Já. Ég vona að þeir falli. Já, það er bara þannig. Já. En ég held að það hefði, sko, þeir eru með mjög fínt lið, sko. En svo er náttúrulega nágrannar okkar IPVAF, þeir verðast koma sterkir inn í þessu Óli-stild. Já, ég alveg vona að þeir geri bara flotta hluti í vetur, sko. Mér líst mjög vel á það og þeir spila spennandi vörn, mjög skemmtilega vörn, sko, og svo eru þeir með mjög fínt sóknarlið. Já. En svo að Óli-stild hvenna svona stutti yfir fyrir því allan að þið hljótið að hafa fylgst eitthvað með stelpunum ykkar í Selfoss liðinu? Það gengur ekki alveg nógu vel núna, senstu, ég kíkti þarna á leikina og mér fannst, ég veit ekki hvort ég fái skammir eða ekki, en mér fannst vanta aðeins anda í stelpunar. Ég eru örugglega eftir að skamma mig á næstu síðar, en mér fannst pínu andleysi, ég veit ekki hvort það sé vitleys eða ekki, en hæfileikarnir eru alltaf já, klárlega. Já. En þær eru að náttúrulega etnilegasta lið landsins, það er bara fólkis. Já, og eins og Basti hefur sagt, hann er bara byggjað til framtíðar. Já. Þannig við erum að gefa þessu bara tíma og þolinmæði. Og þessi deild, já, hún virðist vera þannig, Óli-stild kvenna, hún er virkilega sterk að öll liðin geta eiginlega unnið hvort annað á góðum degi, svona, lítur allt út fyrir það svona. Já, það eru þarna náttúrulega Valsararnir og Framararnir, Stjörnustúlkur og svo hann er ekki HK þarna rétt á eftir, HK og stelpunnar, og svo eru Afturelding, Grótta, Selfoss, en ég á bara vona að Selfoss stelpunnar spýti aðeins í núna og setji smá kraft í þetta og stemmingu og taki þetta á Selfoss hjartanu. En hérna, svona áðurum við förum og gefum okkur samband við Noreg, þá var ég að fara aðeins inn í knattspyrnu, íslenska landsliði í knattspyrnu, dróst á móti Króatíu, hvernig
Finnst þið það, Birgir Örn, byrjað þér aðeins? Mér líst mjög vel á það. Já. Það var svona draumadrátturinn þinn? Já, já, held ég frekar en Grikkland, sko. Ég hefði ekki nefnt að horfa á 0-0 leik heim og heimann. Þannig að þetta er besti dráttur lífsins? Já, so far. En þér Einar, hvernig leggst það í því? Já, mér líst bara vel á þetta. Ég var bara, þú veist, ég er ekkert mikið svona að fylgjast með fótbolta, en svona ég fylgjast með þessu með öðru auganu og ég var nú bara nokkuð spenntur í hádeginu í dag að fylgjast með þessu. En nú viðurkenna það. Já, eins og við erum búin að tala þetta er búið að vera mjög furðulegt að menn hafa sjaldan verið jafn spenntir fyrir drætti. Já, mér líst mjög vel á þetta og ég einhvern veginn hef trú á því að við klárum þetta bara, förum á HM. Þá er ég nú bara til að mæta til Brasilíu. Já, það er engin spurning. Kostar enda 300.000 en það breytir ekki. Já, það er auka vektir á Dominós fyrir þig. Já, 2-3 ár. Já. Herru, en farið ekki landslaust góður, við ætlum að reyna að setja okkur í samband við Noreg og Arnar Gunnarsson. Hvað ætla klukkan sé orðin hjá honum, 1 eða ekki? 12:30 held ég. Já, hann verður ábyggilega mjög feginn að heyri okkur núna. En ef við náum ekki samband við hann, þá förum við að heyrum í Hauka stjórnunni. Himnaprinsinum Árna Steinþórsinni, þannig að farið ekki langt. Höldum áfram í handboltaspjalli hérna allan til 11 í kvöld og svo ætlum við að fara í rallið og körfuboltan aftur. Birgir, þú kannski segir mig frá næsta lagi sem þú valdir hérna, sem heitir SMS. Já, það er einn mesta snilling Selfossbæjar. Já. Og þó við að vera litað, kemur úr Hafnarfirði. Já. Góður minn, Óskar Guðjónsson. Og hann er leikmaður Árborg, eða ekki? Í knattspyrnunni. Já, og Birgir er miklir aðdáendur þessa lags. Já. Hlustu mikið á þetta og ég hlustu alltaf á þetta lag fyrir leiki. Þetta veitir mér innspýtingu í leikina. Skellum og þetta fína lagi á.